Díana, til hamingju með 20 ára afmæli Bjargarinnar. Takk fyrir kærlega. Fyrir fólk sem að þekkir þetta ekki, hvers slags starfsemi fer hérna fram hjá ykkur? Já, Björgin athvarf og grunnendurhæfing fyrir fólk 18 ára eldri sem að kljást við einhvers konar geðheilsuvanda. Við erum dagúrræði, opin frá korter yfir 8 til hálf 4 mánudag til fimmtudag og korter yfir 8 til 12 á föstudögum. Og hvernig starfsemin hérna? Við erum 5 konur sem vinnum hérna, 2 ráðgjafar í grunnendurhæfingunni, ég sem forstöðumaður og svo erum við með ráðgjaf í athvarfi og svo erum við með leiðbeinanda í iðju. Og hvað þetta fólk að gera og hvað eru ykkar skjólstæðingar að sækja í? Já, það nú alls konar hægt að gera hér. Við erum sem staðsett í 2 húsnæðum og grunnendurhæfingin fer að mestu fram í Hvammi sem hérna hinum megin við götuna. Það á þriðjudögum og fimmtudögum, þá hópatímar og fræðsla og svo eru þeir sem í endurhæfingu með föst viðtöl hjá ráðgjafa sem heldur utan þeirra endurhæfingaráætlun. Þeir sem sækja athvarfið að koma á eigin forsendum og það eru í langflestum tilfellum einstaklingar sem eru komnir á örorku eða einstaklingar sem eru á atvinnuleysisbótum, fjárhagsaðstoð og sækja sér einhvers konar félagslega virkni. Hér hægt að fara í púl, pílu, alls konar föndur, göngutúrar, við erum með bíódaga, við erum með bara svona, hvað maður að segja, tækifærisföndur þegar það eru páskar og jól og valentínusardagurinn og við reynum líka að fara til dæmis upp í fjölsmiðju, fara í fjöruna og tína steina, allt sem verðum nota í föndur, fara á kaffihús, svona ýmislegt. Þú búin að vera hérna í dágóðan tíma. Það langt síðan komast hérna fyrst. Já, ég áttaði mig á því þegar við áttum afmæli, 20 ára afmæli, að ég búin að vera hér helminginn af þeim tíma og mér brá svolítið að því ég áttaði mig ekki á því hvað væri komið mörg ár. Því mér finnst alltaf jafn gaman að mæta í vinnuna og vinna þetta. Hvernig finnst þetta búið að vera að þróast? Já, sko, ég byrja fyrir 10 árum sem ráðgjafi og þá voru töluvert færri að mæta en að mæta núna, en samt sem áður tugir einstaklinga. Mér finnst undanfarin ár þróunin hafa verið á þá leið að það komin ákveðin vitundavakning, bara gagnvart geðheilsu og því að við höfum verið svolítið falið úrræði hérna finnst mér, en það sem betur fyrir að breytast og það minni feimni og skömm gagnvart því að vera að kljást við einhvers konar geðheilsuvanda sem að mér finnst bara gríðarlega mikilvægt. Það rauninni mikil breyting sem orðið þar. Fólk var að hlaupa með þetta í fellur. Já, ég finn það svolítið á þessum 10 árum sem ég hef verið að við erum að fá alls konar fólk sem að kljást við allt frá mjög vægum geðheilsuvanda upp í mjög alvarlega geðsjúkdóma, en það skiptir ekki máli. Hér erum við bara öll eins, við erum öll bara að reyna að byggja upp einhverja rútínu og virkni í okkar lífi. Hér leggjum við mikla áherslu á það að bera virðingu fyrir hvort öðru, mæta hvort öðru þar sem við erum stödd og bara koma saman, fá okkur kaffi, spjalla og eiga notalega stundir. En hvernig kemur fólk til ykkar? Eru tilvísanir á ykkur eða fólk að leita hérna bara á eigin vegum? Sko, það bæði í boði. Það hægt að senda tilvísun, en það líka bara hægt að hringja, stoppa í kaffi, félagsþjónusturnar á svæðinu, virk, samvinna, heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Fjölsmiðjan, hæfingustand, það vita allir sem eru að vinna í þessum bransa hver við erum. Og við höfum fengið fólk bara út á götu, já, frændi mér sagði mér frá þessu eða mamma sagði mér frá þessu eða vinkona mín sagði mér frá þessu, þannig að það ekki þannig að það engan kríteríur til að komast hérna inn, það bara að mæta eða að hringja. En þetta getur samt verið, þó að feimnin sé minni, þá getur þetta verið svolítið stórt skref fyrir fólk að stíga. Algjörlega, þetta mjög þung skref fyrir marga og þess vegna leggjum við mikla áherslu á það að þegar fólk koma í fyrsta skipti þá viljum við helst bóka það hjá okkur í tíma þannig að við getum tekið á móti því. Af því að við erum oft mikið bókaðar og ef einhver bara dettur inn á götunni þá ekkert endilega víst að við séum lausar. Þannig að það besta að við getum bókað fólk hjá okkur þannig að við getum bara tekið á móti því og spjalla við það og labba með því húsin okkur og sýnt í starfsemina. Það svona oft gerir hlutina auðveldari. Þetta ekki úrræði bara fyrir fólki í Reykjanesbæ, þetta fyrir öll Suðurnes. Já, öll Suðurnes. Reykjanesbæ rekur úrræði, en hérna á hins sveitarfélögin greiða inn í það, en þetta fyrir alla sem eru búsettir hér á Suðurnes. Og fólk af öllu svæðinu duglegt að sækja ykkur? Reykjanesbæ náttúrulega stærstan hluta af þeim einstaklingu sem hinga sækja, en það eru einstaklingur úr öllum sveitarfélögum hér, já.
Hvernig myndirðu lýsa svona hefðbundnu degi í Björgin? Hefðbundnu degi. Það mjög misjafnt svona hvenær fólk fer að streyma í hús. Það fer allt eftir árstíma, dögum og veðri. Við höfum mætt hérna á mánudegi og fólk bara líka við mætt á Húnin. Svo höfum við líka mætt hérna á mánudegi þegar fólk að streyma inn 10:30. Það bara ótrúlega misjafnt. Skammdegið að hafa áhrif á fólk? Já, það gerir það og ég finn það alveg sjálf. Það svona erfiðara að koma í þessara stað á morgnana. Þannig að kannski þessa viku núna, þar sem að hverjum 10 sólarhringum þá lengir daginn klukkustund. Það kannski þá að birta til í fólki líka? Það gerir það, alveg klárlega.